Takk og til hamingju með daginn og þakka ykkur fyrir að bjóða mér. Ég ætla að í þessu samhengi að taka ykkur í smá ferðalag suður á bóginn því að ég ætla aðeins að tala við ykkur hvernig þessi mál, loftslagsaðgerðir snúa að þróunarríkjunum. Þar sem að við í utanríkisráðuneytinu erum sérstaklega að vinna að. Þannig að ég ætla bara að biðja ykkur að setja aftur og kannski loka augunum í 10 sekúndur á meðan við förum í loftið og förum til Afríku. En þar eru fjölmörg af þessum þróunarríkjum að berjast við það sama og við höfum verið að heyra hér í dag. Og auðvitað það þannig að hjá þróunarríkjunum það auðvitað orkuskiptin sem skipta mestu máli. Því að það þannig að þau eru flest að brenna jarðefniseldsneyti fyrst og síðast. Og á heimsvísu þá það nú þannig að 75% af loftslagsváni stafar af orkumálum. Þannig að þetta mjög brýnt erindi fyrir þróunarríkin. En málið flækist aðeins með það sem við höfum verið að tala hér heima. Því að það þannig að í þróunarríkjunum þá búum við ennþá við þá sorglegu staðreynd að það gríðarlega orkufátækt sem til staðar. Það yfir 700 milljónir fólks sem hefur engan aðgang að nokkru einustu orku. Þetta fólk auðvitað frá einum degi til annars reynir að brenna hverju sem hvað sem það finnur, til þess að hafa í sig og á. Þannig að þetta viðbótar viðfangsefni þróunarríkjanna. Það að eyða þessari 700 milljón manna fátækt sem til staðar og Alþjóða orkumálastofnunin hefur sagt að ef við ekki náum heimsmarkmiði 7 sem segir hreinlega leave no one behind, að þá náum við ekki Parísarmarkmiðunum. En gott og vel, þetta þá til viðbótar orkuskiptunum, en það líka þriðji þátturinn sem að nú bara á síðustu allra 2-3 árum farin að herja líka á þessi fátækustu ríki veraldar og það þessi hamfarahlýnun sem að eiga sér stað og að breyta þeirra samfélum og það skýlaus krafa orðið núna frá þeim til hins hnattræna norðurs, til okkar í norðri, að við aukum fjármögnun til aðlögunar aðgerða. Þannig að það ekki bara orkuskiptin, það orkufátæktin og það aðlögunin sem að þau núna að kljást við. Þannig að þetta bæði þróunarmál og loftslagsmál eins og við skilgreinum það hérna heima. Þannig að málið grafalvarlegt. Nú, ríkin, þau hafa náttúrulega reynt að bregðast við eftir bestu getu og að gera það og mörg þeirra í raun og veru í því núna að búa til svona orkuskipta áætlanir þar sem þær fyrsta lagi leggja þá áherslu á hvernig þær ætla að takast á við skuldbindingarnar sem að þessar þjóðir hafa lagt fram í Parísarsamkomulaginu. Og það mjög mikilvægt því að við þurfum að sjá að þjóðirnar séu að takast á við verkefnið og að það sé gert með skipulögðum hætti. Þannig að það eitt. En það annað sem að skiptir líka máli í þessu samhengi og það það að þessar áætlanir þær líka ákveðin tilvísun í hvar fjárfestingarmöguleikar í ríkjunum til þess að fara í þessi skipti. Og ég kem aðeins inn á það hérna aðeins og eftir með hvernig við horfum á fjármögnun þessara aðgerða. En það skiptir gríðarlega miklu máli að það séu tækifæri skilgreind í þessum áætlunum þeirra. Og ég get gefið ykkur dæmi Nígeríu sem stórt hagkerfi. Þeir settu sína orkuskipta áætlun fram í Egyptalandi í nóvember á síðustu ári og frá þeim tíma til dagsins í dag þá hefur sú áætlun nú þegar laðað til sín yfir 3,4 milljarða bandaríkjadollara til að ýta þessu í framkvæmd. Suður Afríka gerði þetta aðeins fyrr og þar hafa peningar sömuleiðis farið að renna til þessara aðgerða. Þannig að þessar viðskiptaáætlanir skipta öllu máli eða orkuskiptaáætlanir, það skipta öllu máli í þessu samhengi. Þannig að þessi bolti farin af stað þar eins og þetta hér og það
felur fyrst og fremst í sér, eins og í Afríku, það náttúrulega að nýta sólina fyrst og síðast, þó auðvitað séu fleiri valkostir þar. Og í dag, þið sem hafi farið í tuk-tuk, þekkið tuk-tuk, þetta svona leigubílarnir úti í Afríku, þetta birtingamyndin. Þeir eru orðnir raforkuvæddir, þannig að þetta svona birtingarmynd þessar orkaskipta í Afríku, aðeins öðruvísin hjá okkur. Nú, þetta snýst peninga, algjörlega, eins og kom fram hjá Tinnu og Tómasi, þetta snýst peninga fyrst og síðast. Og OECD og Sameinuðu þjóðirnar hafa áætlað að til þess að ná þróunarmarkmiðunum, það er að segja heimsmarkmiðunum og markmiðum Parísarsamkomulagsins, þá þurfi að fjárfesta á árið 2030, frá 2030 til 2050, fyrir $5 trilljón. Og þið sjáið að við stöndum í dag í 640 milljörðum. Við erum langt frá þessu. En þetta er ekki vonlaust. Þetta er síður en svo vonlaust, því að það er líklegast, og ég myndi halda persónlega, við munum ná þessu þegar að nær dregur. En lykillinn hérna er fjárfestingar einkaaðila, þróunarstofnana, fjármálastofnana, ríkjana, gjafríkja og svo gjafstofnana sem eru í vaxandi mæli farin að setja peninga í þessa átt, eins og Rockefeller Foundation, IKEA Foundation og fleiri. Þannig að verkefni framundan er að virkilega að fá alla að þessu borði og við erum að sinna þessu akkurat á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, en líka inn í einstökum sjóðum eins og græna loftslagssjóðnum og annars staðar. Nú snýst öll umræðan það hvernig virkjum við einkaaðila inn í þetta. Því að ríkin þurfa ekki lán, þau þurfa fjárfestingar og þetta snýst fyrst og fremst það. Nú, þannig, og ég held, ef við horfum á hvernig við getum náð þessu, þá held ég þetta sé nú ekkit óvinnandi vegur, því að staðreyndin er nú sú að $5 trilljón, það liggur, ég get ekki sagt þetta, það samsvarar 1% af einkafjárfestingu í heiminum í dag. 1%. Það er ekki í raun og veru mikið meira en það. Og ef þið setjum þetta líka í COVID-samhengið, þá er það þannig að frá janúar, febrúar 2020 til 21, þá eyddu ríki heimsins og fyrirtæki $16 trilljón til að ná tökum á COVID. Þrefaldri þessari upphæð sem við þurfum á ári. Þannig að peningarnir eru þarna, það er ekki vonlaust. Síður en svo. Ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í ykkur þunglyndi. En hvað er Ísland að gera? Við erum að svara kallinu að setja aukna fjármuni inn í loftslagsaðgerðir og að meðaltali yfir síðustu árin þá hefur 31% af okkar þróunarfé runnið til umhverfis- og loftslagsaðgerða. Við erum að auka hlutdeild okkar í einstökum loftslagssjóðum eins og græna loftslagssjóðnum sem stærstur sinnar tegundar. Við erum að setja það inn í ýmsa aðra sjóði, við erum ekki bara inn í Sameinuðu þjóðakerfinu, við erum annars staðar líka til þess að vera þátttakendur á sem breiðustum grundvelli. Og að því að það var frétt í síðustu viku, ef ég man rétt, að frá Sameinuðu þjóðunum það að við myndum ná jafnrétti eftir 300 ár, sem er náttúrulega fullkomlega óásættanlegt. Að þá höfum við verið að setja upp svona smá aðra lensu á það hvernig við nálgumst jafnrétti og þetta er akkurat birtingarmynd þessi 3 ungmenni. Við erum farin að vinna því að efla konur og ungmenni í orkugeiranum og erum að gera það núna í gegnum verkefni inn í Afríku til þess að nálgast þetta verkefni aðeins markvissara heldur en hefur verið gert áður. Ég er runnin út á tíma, ég segi bara takk.